Sala á nýjum hjólhýsum hefur aukist meira en þriðjung á síðustu 2 árum. Mun fleiri hjólhýsi hafa verið seld það sem af er þessu ári en allt árið í fyrra. Dæmi eru að fólk greiði ekkert út og fjármagni útborgun með raðgreiðslum. Íslendingar vilja hafa öll nútíma þægindi þegar þeir ferðast landið, eða svo segja sölumenn hjólhýsa sem greina mikla aukningu í sölu þeirra. Þetta er eiginlega að verða eins og 2007. Þetta er bara orðið vinsælasti ferðamáturinn í dag. Það eru hjólhýsin eins og allavega þetta árið. Og það er náttúrulega bara fyrst og fremst þægindin. Þú ert að draga bústaðinn á eftir og vilt hafa það huggulegt. Hér er allt til alls. Klósett og sturta, ísskápur og eldunaraðstaða og í sumum hjólhýsum er meira að segja hiti í gólfum. Við erum búin að selja ansi mikið af nýjum og notuðum. Það er alltaf einhverju sem leita svona kannski 2,5 milljóna króna hjólhýsum. En svo koma sumir og ætla að kaupa eina slöngu en labba út með 5 milljóna króna hjólhýsi. Árið 2013 voru 159 hjólhýsi nýskráð á Íslandi. Í fyrra voru þau 171 og það sem af er þessu ári eru þau 211. Þetta er aukning 33% frá 2013. Á 2,5 ári hefur því 541 hjólhýsi bæst við hjólhýsaflota landans. Fyrr í sumar var salurinn hérna fullur af nýjum hjólhýsum til sölu. Nú eru einungis 3 eftir. Nýskráningu fellihýsa hefur aftur á móti snarfækkað. Árið 2007 voru á 700 fellihýsa nýskráð á landinu. Árið 2013 voru þau 53 en einungis 2 ný fellihýsi hafa selst í ár. Ný hjólhýsi kosta frá 3 milljónum allt upp undir 7 milljónir króna. En hvernig fjármagnar fólk kaupin? Þú getur keypt hjólhýsi með eins og sumir segja einni undirskrift. Þá færðu lán kannski hjá Ergo eða einhverju fjármálafyrirtæki og svo lánar Visa raðgreiðslur útborgunina. Þannig að þetta er svolítið tekið svoleiðis sko. Eru einhverjir að staðgreiða? Já, það er fólk sem er að staðgreiða. Við komumst samt ekki með tærnar þar sem við höfum hæluna fyrir hrun en árið 2007 voru 784 hjólhýsi nýskráð á Íslandi.